við erum búin að fá frábæra gesti í hús. Fullt af fólki. Já, þetta eru fréttaritrar okkar hér á Suðurland FM. Það kannast vantilega margir við á. Barbara Guðna, menningafulltrúi Ölfus, Árný Lára, menningafulltrúi í Rangárþingi Eystra og Ragnar Sigurjónsson úr Flóanum. Hænsna og Dúbnabóndi. Herru, velkomin. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Ef við byrjum á þér, Ragnar. Hvernig voru jólin? Dásemd. Eins og alltaf bara. Þú komst hérna færandi hendi. Þú lofaðir í reyndar. Já, þið voru búin að grenja í mér að fá eitthvað að éta. Þið fáið aldrei neitt hérna. Ég var að koma með vínabrauð. Þú ert búin að koma með vínabrauð hérna til okkar og snúða. Og kleinur. Og nú komstu með dúfu. Já, að vísu eldaða dúfu. Þetta er fyrsta skipti sem ég smakka dúfu. Já, ég held að sé líka með þetta fólk sem hérna með okkur. Já. Rosalega gott. Barbara, hvernig fannst þér dúfan? Alveg svakalega góð. Hann var ekkert að segja okkur fyrst hvað það væri, maður var að reyna að geta, ég var að reyna að hugsa upp allt þetta villta kjöt sem ég smakkað og ég bara vissi ekki, þetta var ótrúlega gott. Já, með ef hvernig þetta lítur út, þá gæti þetta verið þið glæsilegasta nautakjöt. Þetta er betra. Já, með ef hvernig þetta lítur út. Já, en mér varst þetta bara... Þetta er náttúrulega á veitingastöðum þetta svo dýrt að venjulegt fólk kaupið ekki. Já, venjulegt fólk. Það eru mjög óvenjulegt fólk sem kaupir þetta. Hvernig voru jólunni þér? Matarhefð, hvernig er hún? Hún er aldrei neitt sérstaklega, bara eitthvað nýtt sem okkur fyrir huga að hafa. Það skiptir ykkur máli. Ég meina það er bara eitthvað sem er gott og íslenskt. Það er til dæmis stúr í forrétt á aðfangadag og svo lambahryggur og ættir. Og jóladag var ég með humar í löðræðin í hvítlauk. Alveg bara humar og ekkert annað. Nei. Og hver eldar? Við bara eldum í sammenningu, ég og Notni mín. Já, ég og konan. Bara kósi. Nákvæmlega. Og svo var ég með hérna ættað úr kólhrefnum, hangikjöt, frá honum Kjartani Benediktssyni sem er snillingur, algjör. Það var algjörlega frábært. Og er frábært kjöt. Og hann reykir þetta sjálfur og allt saman. Já. Og það er líka ævintýr að koma til hans. Já, er það ekki? Jú. Mér finnst þetta svolítið skemmtilegt. Já, það er svona. Og svona verslað líka beint frá bíli og svona. Mér finnst það mjög eitthvað... Já, hann kom nú bara og færði mér þetta og sagði... Kósi. Hérna, ég ættu þetta? Ég bara setti þetta hann inn í geymsluhafi. Nú, og hvað á ég að borga sig? Ekki, þú svo skemmtilegu maður. Já. Það er alveg rétt hjá honum. En árið sem er að líða, hvernig hefur þetta árið verið hjá þér? Það er bara... Viðburðaríkt? Dans á rúsum, já, ég myndi segja það. Já. Alltaf eitthvað að gera, og náttúrulega sérstaklega að taka fram að við tókum í notkun nýja geymsluaðstöðu fyrir hunda og ketti hérna í Árborg. Já, mikið rétt. Getur geymt fyrir allt Suðurland þess vegna. Já. Loppukott, já, það passar. minnst þú grútlegt nafn. Já, Cecilia Sumarós, hún á þetta nafn, Selska. Já, þau voru nú ansið mörg nöfnum sem komuðu, það ekki? Jú, fullt af nöfnum. Já. Sum voru betri nöfnur? Já, eins og gengur bara. Já. En þetta voru þóna. Já. Ég og nefndin við ákvað þetta. Já. Og hver er í nefndinni? Ragnar? Já, og Ragnar. Ragnar. Í öðru veldi. Eitthvað sem stendur upp úr á þessu ári hjá þér, eða þinni fjölskyldu? Já, bara bara allir eru með góða heilsu og hafa gott líf og gengur vel bara, ég get ekki sagt annað. Þú ert í vinnu og allir kátir? Já, og hérna, og breytti svolítið lífstíl fyrir 3 mánuði síðan. Nú, segðu okkur aðeins frá því. Já, ég bara tók út þetta sem má ekki borða, sem maður má borða, segi. Þetta sem maður má borða. Var það eitthvað sem þú ákvæmst bara sjálfur? Ég fór í þennan, nei, það var í samráði við lækni, að ég hef verið með háþrýsting og hann sagði ég þarf að bæta á því svolítið að lyfjum. Ég sagði, nei, það ger ekki, henda þessu heldist lyfjum. Já, þá getur, ef þú ert til við að koma í smá prógram með mig, þá skulum við sjá til eftir 6 mánuði. Ég sagði, já, bara til í hvað sem er. Ég skal mér sjá hoppa fyrir þig, þú vilt. Á einum fæti. Já, á einari. Já, á einari. Og hérna, það er þessi LK1-kúr sem að... Já. Rosalega vinsæll. Já, sem er bara gamli íslenski matur. Það er ekkert annað smjör og feitmeti.
og bara ég er mjög sattur og Já, en mjög glaður þú sleppir kartöflum og er það ekki? Já, allt sem vext neðanjarðar eins og Já. En svo bara þegar maður er komin í ákveðna þing, maður bara ræði því sjálfur. Já, nákvæmlega, þá getur þú tekið smátt og smátt inn Já, eftir það ekki? jú. Já. En þú ert einn af þeim sem hefur verið að klára rjómana úr vestlunum hérna. Já, og smjörið. Og smjör. Loksins fekk maður íslenskt smjör. Það búin að vera ykkur hérna létt á lagvað sem er algjört plat. Vera bara með íslenskt smjör. Aldrei getur borðað það, mist þessi fröður. Eins og kallið sem gáði út bókin og kom hérna til ykkur daginn hann. Íslenskt allt sem Já, Guðni Ágústsson. En finnur mun á sjálfu þér? Já, ég er miklu friskari. Já. Það er flott. Bara að borða íslenskan mat? Já, bara hollan íslenskan mat. Nákvæmlega. Bara jólin hjá þér, góð? Þau voru rosalega ljúf, yndislega bara. Gott að ég á svona marga frídaga og geta haft það notalegt með fjölskyldunni. Já. Örlítill vinnudagur í dag og svo aftur frí? Já, þá fyrir maður bara beint í helgafríið. Eru þið fjölmenn heima á jólunum? Já, við höfum alltaf haft svona arfisa gesti, jólagesti. Björgvins? Já, það reyndar að koma aðeins lengra að, koma frá vinkona mín frá Brasilíu með börnin sín 2 og eru hjá okkur yfir jólaáramót. Og það eru bara jólin þeirra, þau voru fyrir 2 árum það ákvaða að vera í Brasilíu yfir jólin og það var bara, það vantaði kuldan, þau voru hérna í 40 stigi hita og þeim fannst það bara ekki vera jól. Nei. Vantaði hvítalitinn og kuldan og svona notalega heitin. Þannig að þau eru hjá okkur og hérna við erum búin að vera að borða líka góða mat og hann að pröfa ýmislegt en dúi var ég að pröfa fyrst núna. Það er mjög gaman. Svona hefðbundi matur hjá ykkur, hamborgarhryggur eða? Nei, við vorum með endur og fólald. Fólaldið er uppáhaldsmatur strákana. Já. Það er bara... Endur, Ragnar? Endur, já, það eru eitthvað fyrir löngu. Endur fyrir löngu, já. Eitthvað hjá sveitafélaginu Ölfus eða þér til dæmis, eitthvað sem, hvernig var árið sem er að líða? Það var bara mjög fínt hjá mér. Maður er voða mikið að snúast í kringum bara vinnuna og börnin og bæði er búið að vera svo gefandi og skemmtilegt árinu að ef ég ætti að segja eitthvað sem að væri búið að standa upp úr þá væri það þessi samtakamáttur hjá eldri borgurum og íbúum í Ölfusi þar sem að voru haldnir frábærir tónleikar á vegum Tóna og Tryggs til þess að bara benda á að það vantaði aðstöðu fyrir fólk sem þarf mikla aðstóð komin á eldri árin og það var svona einstök tilfinning, eitthvað sem að ég held að lifir með öllum ennþá og er verið að vinna ennþá í. Já. Og hérna en bara þessi börn gefa manni alveg helling. Heldur betur. En mannlífið blómstrar hverjir það er alltaf nóg að vera. Já, ég held að mannlífið blómstri í reyndar, þetta var svolítið skemmtilegt hjá þér því að Hveragerði er náttúrulega í Ölfusi. Já. Ég fór ekkert alveg á túnið, sko. Þetta var bara skemmtilegt. Þetta er hérna í sveitafélaginu Ölfus, blómstrar mannlífið. Það er blómstrar mannlífið og er bara gaman, skemmtilegt, mikið að vera eins og alltaf. Eins og þegar að þú varst í fríi, hvað heitir það sem ég talaði við? Gísli. Gísli, já. Hann sagði að það væri alltaf eitthvað að vera. Já, það getur verið skapast svolítið vandi þegar fólk þarf að fara að velja. Mér finnst það skemmtilegu vandi. Fólk hefur stundu kvartað við mig. Barbara, það er allt og mikið, þú hættu þessu, maður getur ekki verið allstaðar. Og þá finnst mér rosalega gaman. Þetta er svona skemmtilegu vandi. Lúksusvandamál. Það er alveg rétt. Já. Það er það. Árný, Lára, bara sama hjá þér, hefðbundin í jól? Já, ég er nú svolítan barn, ég er bara hjá mömmu og pappa á jólunum. Já. Þannig að það var bara mjög gott, hamborgarhryggur og með því. Við vorum hérna systkininn og makar og það var bara frábært. Þú mátt draga mikrofónuna aðeins nærri svo heyrir svona, já. Það var búið að æfa okkur í þessu, ég hef eitthvað fyrir þess Og hvað, hamborgarhryggur? Það var hamborgarhryggur og heima tilbúin ís sem er alltaf bara, það liggur við að maður svona flýtir sér í gegnum hamborgarhrygginn og býður maður eftir ísnum, sko. Mamma er mjög góður ísgerðamaður. Já, ég líka. Er það svona mandla í honum? Er svona... Mandla? Nei, það er ekki mandla, það er svona alls konar öðruvísi. Við erum ekki með möndlugröð, ég veit ekki hvort að þið eru með það. Eru þið með möndlugjöf og svona? Já, það er fastuliður í mér. Já, það er alveg bara... Tengdó hefur tekið þetta að sér, hún er mjög klárið þessu. Ég veit ekki, ég hef aldrei verið eitthvað svona... Er það alltaf spil í velunni, eða hvað? Nei, það er bara eitthvað... Eitthvað skemmtilegt? Já.
Lindó. Eitthvað fyrir alla. Já, það er eitthvað fyrir alla. Já, það er, okkur er það eitthvað sættir í sem að það er svo að bjóða með sér. Já, sjálfsögðu. Það til dæmis ekki að hafa ullasokkað, þá passa kannski bara einn. Já. Nákvæmlega. Þú verður að vinna þetta núna. En árið í Rangárþingi eystra, hann er búið að vera heilmikið að gerast hjá ykkur og til dæmis verslunarmálin. Já, það er alltaf jafn áhugavert að tala verslunarmálin í Rangárþingi eystra. Við erum alltaf jafn óánægð, það er alltaf hljómar alltaf eins og við séum bara fílubúkar hérna. En það er nú ekki svo. En nei, alls ekki. En við erum bara að skoða málin og sveitarstjórn er að vinna bara ötulega að því að við erum ekki kannski ofboðslega ánægð með þá verslun sem við erum með núna, bara vegna þess að verð og gæði kannski haldast ekki í hendur og finnst það frekar leiðalegt. Af því að við viljum reyna eins og við getum að sækja í heimabyggð verslunina. En þetta er ennþá bara á vinnslustigi, við heldum íbúafund og þar kom ýmislegt fróðlegt fram og þetta bara heldur áfram, þessi vinna. Þetta er nú komið aðeins lengri heldur en bara á fyrsta stig, það er nú farið að þeir eru farin að íhuga verslunarmiðstöð, eða ekki? Jú, það er farið að skoða það, svona hvað þeir að gera, það er búið að sækja allavega lóðir fyrir verslunarmiðstöð, eða já, eitthvað svona þjónustu og verslunarmiðstöð. Þannig að það verður bara komið ljós hvað verður á nýja ári. Þú veist ekkert meira sem þú vilt? Nei, læt þetta bara duga, ég verð að hafa eitthvað að segja í næsta ári. Já, nákvæmlega. Sumarið, það var gríðarlegu fjöldi ferðamanna sem fóru í gegnum svæðið? Það er yfir, 100.000 ferðamanna sem koma í Rangárþingi eystra. Við erum náttúrulega með Skógafoss sem er einn helsti ferðamannastæður á landinu. Við erum í 3. sæti yfir bara mest, fjölsóttustu ferðamannastæði á landinu. Og það var fullt af ferðamönnum en við hefðum nú viljað skrúa fyrir rigninguna á tímabili. Já, sumarið var svolítið blautt. Það var svolítið blautt af því við vildum gjarnan gera meira á stöðunum, þess að vinna að því að bæta aðstöðu og öryggi. En þetta við tekist ágætlega. Þetta við farið, er aukning á milli ára, gríðarleg aukning. Alltaf aukning á milli ára. Og á öllum stöðum í sveitarfélaginu. Við tókum til dæmis bara stikkprufu á Skógafossi, Seljalandsfossi og Þórsmörk. Þar sem að nýja búðin er? Já, þar sem að nýja búðin er. Hafið þið komið þangað? Já. Þetta er svakalega fín búð. Já, mér finnst þetta flott. Er það ekki? Jú. Já. Ragnar er við alltaf á hreinu. Já, ég meina bara ferðast landi og skoða sem... Já. Sérstaklega Suðurland, sko. Já. Ég kom mér í Þorlákshöfn daginn og fór í sundlaugin og flott. Æðisleg sundlauga. Þetta er mjög glæsileg sundlaug sem er ekki Þorlákshöfn í sund, ég er ekki að ljúga. Já, þú ert ekki inn það. Nei, þetta er alveg skammalegt á Selfossi. En það er verið að bæta því. Þú segir þetta, hvað er það svona sem heillar þig? Í Þorlákshöfn? Í sundlauginni, já. Í sundlauginni? Já. Hún er bara svo hreinleg, búningsklefarnir, maður ekki kinn við kinn og brjóst í brjóst, skilur, og maður bara fær sér plásu á bara... Kemur hann með þetta? Já, þetta var nefnilega, í fyrsta skipti sem ég fór í sund, þegar ég flutti fyrir, nokkrum árum? Já, eitthvað. Þá var þetta er 1,5 eða 2 ár síðan, þá var landsmót og allt er leið með það og við fulla að taka þátt í því og allt að gerast og svo ákvað ég að fara í sund með krakkana og bara, ég var bara, þú veist, farin að klæða mig í föt bara með konu bara við hliðina á mér og það var bara allt að gerast. Þú veist, þetta er svo þétt en svo fór ég í Þorlákshöfn og ég bara æðislegt. Áttu við að sé enginn í Þorlákshöfn? Nei, þetta var bara, það er svo rúmt þetta er bara svo rúmt og þægilegt og maður bara, þú veist, er ekki komin í narjur bara með annari konu, sko. Þannig að mér var samanlega þessu bara? Já, þetta er alveg frábær aðstæða. Og líka náttúrulega fyrir litlu börnin að vera inn í vaðlauginni. Já, mér finnst það alveg æðislegt og líka hreinlegt allt og bara rosalega smart. Mér finnst það æðislegt, en það er eitthvað verið að fara að flikka upp á sundhöllina á Selfossi. Það er eitthvað í bígerð. Verður átak. Já. Það verður að breyta miklu. Eitthvað sem stendur upp á árunum hjá þér, Árný? Já, bara svo ég gríp upp úr þessu. Við vorum einmitt að byggja við íþróttamiðstöðina hjá okkur. Já. Vorum að bæta við útiklefum, gufubaði, byggja nýja líkamsræktarstöð, eða sérst hún er hluti af þessu, þannig að við erum að reyna alltaf að bæta hjá okkur, þannig að endilega komið sund til okkar. Já, ég á eftir að pröfa það. Svo má endilega minnast á líka Refilsauminn, það er æðislegt í Sögusetrinu. Þetta er alveg frábært, maður er búin að fylgjast með þessu verkefni, dafna og verða, ég er búin að fara og sauma
gekk ekki rosa vel, en þetta rosalega róandi, þetta eins og að fara í Ég ekki búinn að fara að sauma. Nei, Ég mæli Ég Og hvað Ég verið að myndi koma. sauma? Fyrir þá sem það get ekki. Þetta er hérna njálurevill, þetta eru myndir sem eru teiknar upp úr atburðum í Njálu, þetta er sérst bara Njálusagan. já, þegar Barbara var að segja mig frá þessu að já, Árný Lára, ég man ekki við hvora ég sagði þetta en já, og hvernig gengum við trefilinn? Já, ég var bara að býta hvað... Sko það þetta 90 metra trefill, Já. þannig að þetta frekar kannski langur trefill. En svo ég svona farið kannski aðeins í gegnum þetta, þá Já. það sem sagt Gunnhildur Edda Kristjánsdóttir og Kristína Bengtsson sem búa á Hvolsvelli, en ég búa í Rangárþingi eystra, Kristína býr náttúrulega í Fljótshlíð. Þær fóru af stað með að gera þennan refil og fengu Kristínu Rögnu sem er listakona til að teikna Njálssögu, þetta er í rauninni bara myndasaga á refli, þetta er 90 metra langt og planið var að þetta yrði í 10 ár í bígerð og það yrði saumaðir eitthvað svona næstu því, 10 metrar á ári, þetta var eitthvað svona plan. Frá því að fyrsta saumspori var tekið í febrúar, hafa yfir 11 metrar. Nei. Já, Frábært. Og það bara geti hverja sem er komið á Hver bara... sem er og þetta er allur aldur, það er sko einn þjóðveri sem býr á Kirkjugölu sem er dvalarheimili hjá okkur, hann er 75 ára, hann kemur 2 í viku og finnst þetta æðislegt og hann saumar og saumar og saumar. Þetta er geggja. Þetta er frábær og ferðamönnum finnst þetta æðislegt. Já, þetta er bara mjög snið. Já, að þetta er bæði listaverk og líka eitthvað svona afþreng sem þú ert að taka þátt í og... Já, og líka gaman að geta sagt það. Ég kom að þessu. Já, og svo skrifar í bók hvað þú saumar og svo þegar reyfillin... Á mörg spor og svoleiðis. Já, bara hvað? 15 spor hér. Já, maður bara... 23 hér. Notaði hárauðan. Já. Handfanginu á X-inni hjá þessum. Já, það er þannig. Þú saumar þannig. Nei, skrifar þannig. Já. Svo þegar þetta verður sett upp, það verður vonandi í okkur ofsalega flottum sýningastað, þá getur við flett í bókinni. Já, þarna saumaði ég og sýnt afkomendum. Sko. Þetta er æði. Ragnar, við verðum að fara þarna og taka Þá verður farið á Strumpastrætó með all liðið, sko. Það hafa mitt komið svona fjölskyldur, alveg bara ættmóðurinn með börnin og barnabörnin og langömmu og... Það er frábært. Þetta er rosalega skemmtilegt. Já. Hvað er svo að gera við þetta í framhaldinu? Planið er náttúrulega að þetta verði sett upp á einhverjum góðum sýningastað og þannig að þetta verði bara myndlistasýning í rauninni. En ef þetta er 90 metra langt, Er ekki hægt að hafa þetta í nýja mollinu? Jú. En ég var að spá ef þetta er 90 metra hátt og hvað er þetta, langt, hvað er þetta hátt upp? Þetta er svona borð, svolítið meir borðbreytt. Það er náttúrulega ekki svona hátt. Passlegt að vera bara með rör, Já. bara langt rör, 90 metra rör, hún lappar inn í annan endan og út hinum megin. Já, það er spurning. Þetta er hugmynd. Við verðum kannski með Alltaf að búa til hugmyndir. samkeppni þegar þetta er tilbúið Kosta eftir ekkert 9 hugmyndina, ár. sko. Já. Ragnar er komið með fyrstu hugmyndina. Frábært, ég tek hana niður og fer með hana fyrir á fund. En hvað finnst ykkur svona fréttnæmt af árinu hér af okkar svæði? Eitthvað sem ykkur dettur í hug? Í Árborg? Já, Árborg til dæmis, Ragnar. Það er bara fullt merkilegt sem hefur verið að gerast og mikið... Eitthvað jákvætt? Já, Já. bara mjög mikið jákvætt, finnst mér. Já, komdu með dæmi. Þau eru svo mörg. Það er fullt af frétta. Já, ég meina, en ég hef ekkert verið að fylgjast neitt sérstaklega með því en það sem að snýra mér náttúrulega er þetta nýja svæði sem við tókum í notkun og svo náttúrulega hafa göturnar og gangstígar, það er búið að laga það búið Ég mikið er svo þakklátt fyrir Tryggvagötuna. Ég ligg og ég lest á bæn bara og fer út í bílnum og bara... Þetta er mjög gamalt svæði sem hefur verið að laga. Jú. Mér langar að faðma götuna þegar hún var liggur og bara... Sem hefði mátt laga fyrir löngu. Já, það er bara þannig með allt það. En kannski gerast góður hlutur hægt. Já. Þetta er til dæmis, já, endilega. Ég fór í bíó í gær. Já. Hérna á Selfossi. frábært. Hobbitinn og það er þessa græði Var sem hann eru í... Var hann í 48 römmum? Þetta var bara alveg ríkara. Ég taldi ekki Þetta var Það er tvær útgáfur. Já, þarna var sko öll tæknin. 3G og 48 römmar. Já, það var eitthvað svoleiðis. Já, en ég er alveg saman þessu að þetta er nýjasta tæknin í sýningabúnað í dag og hljómgæðin. Frábært bíó. Þetta er frábært.
Gaman að geta sótt að hérna Já. bara Já, á nákvæmlega. Suðurlandi. Þetta er skemmtilegt, þú dettur svona inn í sum atriðinu þar sem að þú víbrar með atriðinu sko. Já, alveg bara. Þetta er bara fullorðins bíó. Þetta er til dæmis eina af þessu góðu fréttum sem á alveg fór hrós. Frábært að fá Alveg, já. bíó hérna aftur og eitthvað sem á bara að ganga á Suðurlandi. Klárlega. Barbara, eitthvað svona sem þitt dettur í hug fyrir utan bíóið? Já, mér Af finnst ykkar bara svæði, til dæmis? Mér finnst bara skemmtilegt hvað er mikið samstarf á öllum sviðum. Við Árný erum að vinna heilmikið saman og það er bara bæði menningunni og svo held ég að sé bara svona hugur í meira samstarfa á Það verður náttúrulega að vera það með við alla þá áallin sem komið ferðamanna til landsins, þá verður að vera viðbúin því. Það er alveg ljóst. Við ætlum að fara í örstuð skilaboð og svo höldum við áfram hér eftir smástund. Suðurland FM velur Sunnlending ársins í samstarfi við Krónuna, Bígó og hlustendur. Hver er Sunnlendingur ársins að þínu mati? Sendu ábeitingu á 963@963.is eða hringdu í síma 4800 963. Sunnlendingur ársins á Suðurland FM. Suðurland FM á föstudegi, það er 27. desember í dag. Þetta ár fer nú að reyna sitt skeið og við erum svona aðeins að fara yfir árið svona á léttu nótunum. Barbara Guðnadóttir, Árný Lára og Ragnar Sigurjónsson. Er okkur sama hvar ég byrja, Barbara eða Árný, þið kannski tali bara í kór. Hvernig fór safnahelgin fram í þetta árið? Hún var glæsileg, ekki? Hún var glæsileg, ég var að taka tóninn. Já. Byrjum á þér, Barbara. Hún tókst bara mjög vel. Þetta er ferlega, þetta er svona stæðsti sameiginlegi menningaviðburðurinn á Suðurlandi. Og það er alltaf svona ákveðin, það er mjög gaman að hitta þetta fólk sem maður er í sambandi við yfir allt árið, en svo hittust við, það er mismunandi hvort fólk nær að mæta og sumir er í símanum, en það er mjög gefandi að vera í samstarfi við þá sem er að gera svipaðar hluti og finna fyrir því hvað er mikil gróska á Suðurlandi. Þið vinnið þetta svolítið, þið vinnið þetta mjög mikið saman, Já, algjörlega. Og það sem er flottast líka við þetta eru viðburðir alveg frá Höfn í Hornafirði og alveg hingaði mitt í Ölfusið og Hveragerði og þetta er svo stórt og mikið. Svona klasar. Þetta eru svona, já, en þetta tekst svo vel. Það er svo einmitt svo ofsalega góð samvinna á milli. Og ég held að þetta sé bara viðburður sem á eftir að stækka og stækka vegna þess að fólk hefur ofsalega gaman að þessu og stílar kannski svolítið inn á að hafa eitthvað á þessu tíma, eins og við vorum með saumamarathon í Njálureflunum og vorum með stóra dagskrá í Sögusetrinu á saman tíma og fólki fannst þetta bara æðislegt. Þetta er góðu tími, þetta er svona haustinu til, ferðamennirnir eru flestir svona kannski, já, spurning hvort það róist mikið, það er aðeins farið að róast þarna þessu tíma. Og það er svona þessi hasar sem að verður svo oft í nóvember, desember ekki byrjaður, þannig að þetta er mjög góðu tími. Þarna er verið að efna til alls konar viðburða og þetta er líka við verið að hvetja listafólk, handverksfólk, tónlistafólk og alla að taka þátt og bjóða upp á eitthvað. Þannig að þetta er svona stór menningaveisla og svo erum við með veitingastaði og kaffihús líka sem þáttakendur í þessu. Gríðarlega mikið margt í búði. Já, mjög margt, mjög skemmtilegt. Þetta er svona hvatning fyrir Sunnlendinga að svolítið að fara út líka að kíkja í næstu sveitafélög og bæi og svona sjá hvað hinir er að gera. Hvað er safnahelgi búin að vera? Í hvað skipti var þetta? Þetta var 7. skipti. 7. skipti. Þetta tekur náttúrulega tíma að undirbúa svona eins og þú segir, þetta frá Höfn og allarleið hingað. Eru þið ekki byrjuð að undirbúa næsta árið það? Jú, það er sko, í rauninni held ég að flesti séu aðeins farnar að hugsa bara staðinni sjálfir, söfnin og þeir sem ætla að vera með hvað eigum ámar að vera með á næsta ári og svo byrjum við svona þegar aðeins er liðið ári. Þurfum við að senda út svona minna á þetta og þetta tekur ansi langa tíma í undirbúningi, margar hendur. Safnahelgin í Flóanum? Jú, það safnast fullt af fólki saman í því. Það er bara þannig. Ok. Jú, það er alltaf ykkur með í því. Það var hérna heilmikil tónlistarhátíð núna í vetur í Flóanum. Já, það er þessar hausthátíð sem eru með í þessum félagsheimilum. Gissur Páll og Káká og Maggi og svona. Og þetta er eitthvað þetta er bara árlegt? Já, það er svona, var gerð tilund til að pröfa þetta fyrir held ég 3 eða 4 ára síðan.
hefur hefnað alveg ágætlega. Og það þó verið að nota þessi félagsheimili hérna í Flóanum? Já, ég get nú ekki sagt annað, það hefur alveg, held ég, þokkalega góður í notkun. Árný, mjög grann að spyrja út í hérna heimsfrægu hjólreiðakeppni. Algjörlega, takk fyrir að kalla þetta heimsfræga. Við erum mjög stolt af þessari keppni. Ég var að tala Tour de France. Nei. Já, Tour de France Le Kvolsvöllur. Já, Tour de Kvolsvöllur. Þetta er alls skemmtilegt. Þetta er svo skemmtilegt að standa að þessari keppni og fólk er svo áhugasamt. Við höfum farið frá því að það voru 20 sem hjóluðu frá Reykjavík og núna á þessu ári þá hjóluðu 112 frá Reykjavík á Hvolsvöll. Já. Þannig að þetta er þvílík aukning. Svo er líka hjólað hérna frá Selfossi og á Hvolsvöll og þetta er bara svaka keppni og þið ættu að sjá þegar að mennirnir eru að koma í mark eftir að hafa hjólað 110 km eða hvað það er og þeir eru svoleiðis á spýttinu og þetta er magnað hvað þetta fólk er í góðu formi og hvað það hefur bara gaman að þessu. Og við ætlum að okkur bara stóra hluti með þessa keppni, við ætlum að reyna bara jafnvel að gera þetta eitthvað svona einmitt, international eitthvað svona. Já, og það eru sífellt fleiri sem taka þátt í þessu, greinilega. Sífellt fleiri, já, og við bara erum í skýjunum yfir hvað þetta tekst vel orðið, að fá fólk til þess að taka þátt og þetta er orðið bara hluti af held ég hjóla keppnum ársins sem að fólk stílar inn á. Þannig að við erum alveg rosalega ánægð með þetta og vonumst bara til að ég bara býst við að sjá ykkur næst hjóla á Selfossi. Gulli reiði mig. Einar Bárðarsson til dæmis, hann hefur hjólað núna síðust 2 skipti, reyndar kom eitthvað upp á þess ári en ég meina hann hjólaði. Og hefur hann hjólað frá Reykjavík eða? Og hvað er þetta langt? Það er náttúrulega frá Reykjavík, það eru 110 km og frá Selfossi eru 70 km. Þannig að já, þannig að þetta er alveg slatti en fólk er samt, þetta er ekki allir sem eru bara í svaka formi sem eru að hjóla til dæmis frá Selfossi, fólk sem hefur líka bara gaman af því að hjóla. En er þetta ekki aðalega bara upp á það að vera með? Algjörlega. Það er náttúrulega ræðu vegalindi, nú getur við með svarið frá Rauðalæk eða eitthvað. Já, þú getur það alveg ef þú vill. Það er náttúrulega svona keppni frá hinum stöðunum, en auðvitað getur þú bara byrjað það sem þú vilt. Já. Bara frá eitthvað stað rétt fyrir utan Hvolsvöll og mætt svo bara með hendur þar í lofti, bara ég. Já, það var svona í fyrsta Reykjavík-maraþóninu sem var haldið fyrir, held ég, mörgum árum síðan og það voru alveg fleiri 100 mann sem voru mættir á línuna og svo var að ræst og þá var einn sem að hljóp alveg eins og brjálaði maður á undan öllum og það er til náttúrulega á sjónvarps. Þegar hann var komin út á skotusveginn þá bara hætti hann. En hann var fyrstur á öllum myndum sem voru fyrsta hlaupi. Og svo bara búið. Þetta er góður húmor. Við erum svo pró, við erum með svona rafmagnsflugur í skóm hjá fólki, þannig að þú getur ekkert svindlað ef þú ætlar að taka þetta keppni. Hann var ekkert að svindla, hann vildi bara vera fyrstur þegar myndataka var. Fyrstur í myndatöku. Barbara, Herjólfur, hann er búinn að sigla til ykkar þessu ári í höfnina. Það er voða notalegt. Það er ekki? Húsið er ennþá í notkun þótt að það sé aðeins búið að breyta því, eða ekki? Jú, húsið, það er ekki búið að breyta í rauninni húsið sem slíku, en það er komið svona aðeins önnur nýting yfir sumatíman. Þarna eru, að því að Ragnar var aðeins að tala áðan um ferðafólkið og Árný að tala um hennan fjölda sem kemur til hennar, þá er náttúrulega mikil hvatning til að fólk hugleiði kannski einhverja nýja áningastaði og það þarf að dreifa þessum ferðamönnum svolítið. Og það sem að hefur verið að gerast í Ölfusinni er að Herjólfshúsið hefur verið nýtt fyrir handverksfólk og svona svolítið markað beint frá bíli. Fiskvinnslutan hafa verið að selja fiskinn sinn og humar þarna á góðu verði. Og þetta var annað sumarið og bara óbóðslega gaman. Þetta er svona, tekur tíma að byggja upp eitthvað nýtt en ég held að þetta verði áfram. Þetta er mjög skemmtilegt. Já, ég fór þarna á sjómannadaginn. Já, þá hefur það verið þarna á Hafnardögum. Það er náttúrulega hátíð mikil í gangi. Mjög gaman. Þú talar aðeins ferðamannastrauminn og svona, það hlýtur að vera því hljótið að það fundi fyrir minnkun eftir að Herjólfur fór að sigla í Landeyjahöfn eða hvað? Sko, nei, ekki hjá okkur. Það eru náttúrulega vestmanneyingarnir fyrst og fremst sem að nota Herjólf eins og hann var. Það er náttúrulega orðið mjög mikil breyting. Jú, það var sko
getur sagt að þeir sem að gista á tjaldstæðan voru kannski þeir sem voru að bíða eftir að taka Herjólf morgunin eftir, en þetta búið að breytast svo mikið með Suðurstrandaveginum. Já. Þá höfum verið að sjá fólk koma miklu meira bara á þetta svæði af Reykjanesinu til okkar, og það aukning á ferðamönnum í Þorlákshöfn, mikil aukning, og ég held að Herjólfur skipti þannig að sé ekki svo miklu máli fyrir Þorlákshöfn. Nei. En þetta skiptir náttúrulega miklu máli fyrir Vestmannaeyinga að geta haft þessa ferð sem að tekur bara einhverjar mínútur í staðin fyrir einhverjar klukkutíma. Jú. En það líka komið heilmikið annars sem hjálpar upp á. Það náttúrulega þessi nýting á Herjólfshúsinu yfir sumarið, en svo líka, eins og við vorum að tala áðan, það sundlaugin sem trekkir, og svo komið þarna dásamlega fallegt og huggulegt kaffihús sem var opnað í sumar, og ég veit marga sem að koma gaggjart til þess að fara í kaffihúsið. Já. Þannig að það er svona svolítið uppbygging í Þorlákshöfn. Það rosalega smart þetta hús. Það mjög smart. Og svo þegar ég var að tala Suðurstrandaveginn, þá Selvogur náttúrulega líka svona hefur verið svolítið falin perla hingað til, en með nýjum Suðurstrandavegi þá miklu meiri umferð þar, og síðasta sumar þá voru 2 skilti vígð í Herdísavík, örnefnaskilti svæðið, það líka komið örnefnaskilti við Strandakirkju, mjög skemmtilegt, og svo skilti Einar Ben og Lín Johnson sem að bjuggu þarna í Herdísavíkinni, þannig að það svona uppbygging á ýmsum stöðu. Og ég held að við hljótum öll að sjá svolítið aukningu hérna á Suðurlandi, þó að síðasta sumar hafi kannski verið svolítið heldurblaut, þetta fór svolítið seint að stað. Það náttúrulega svo einfalt að fara á Suðurland, þetta bara svo greiði leið úr borginni. Líka beint við. Já. Og ekki má gleyma glæsilegu tjaldsvæði sem hérna í Þorlákshöfn. Já, þakka þér fyrir, það líka mjög flott og skemmtilegt að hafa. Það líka flott tjaldstæði hér. Já. Það Við komum því á eftir. Já, það búið að vera uppbygging víða. Það mjög flott og í Hveragerði og mörgum stöðum. Já, algjörlega. Ragnar, þú ert búin að skrifa okkur nefnir á miða? Skrifa? Þú varst að gera vísu eða? Já. En ég langar bara aðeins að minnast á hérna þetta klassa starfi í Flóanum. Ung kona sem að stjórna því, Iðunn Ýr. Og hún alveg kjarnorkukona og bara að vinna fínt starf eins og margt af þessu fólki sem í þessum geira, sko. Við þurfum nefnilega að vera svolítið á tánum, eins og ég sagði á hann, að taka á móti þessu fólki sem að koma. Það allstaðar aukning í ferðamönnum og við vitum það núna áramótin sko öll gistiheimili upptekin í borginni við sundin. Já, það er yfirfullt. Já, allir, og það þýðir það bara, þegar fleiri koma þá fara þið bara út frá Reykjavík og halda áfram austur. Sem ekkert mál, ég meina það nóg að taka við fullt af fólki. Já, algjörlega. Hérna Þú talar að vera á tánum, má gera betur í ferðamálum hérna? Það má alltaf gera betur en líka skoða það sem vel gert og eins og bara með allt, sko. Já. Bara eins og þau eru að taka víti, þú bara vandaði betur nú. Já. Nákvæmlega. Herðu, landsmót félagsmiðstöða? Já. Það var haldið hjá ykkur þetta árið? Það var haldið hjá okkur með pomp og prakt. Það voru alveg mörg hundruð unglingar sem komu allstaðar á landinu og fylltu, þau gistu í skólanum og kvöldsöldi, og það var alveg bara sómi að því hvað þessi krakkar eru bara skemmtileg og kurteis og dugleg, og það gekk allt rosalega vel. Við vorum með smiðjur út allt sveitafélag þar sem að börnunum var skipt í hópa og það unnuðu ýmis verkefni. Þau fóru í svona þau fóru í svona víkingaleik eða eitthvað álíka í Tumastaðaskógi sem að þeim fannst æðislegt að voru að finna alls konar svona fjársjóði og verkefni og fara eftir vísbendingum og svona ýmislegt skemmtilegt. Og já, þetta tókst bara með príði og bara krakkar á Íslandi fá bara hrós fyrir hvað þau eru dugleg og vel upp alin. Ég var bara að segja það. Við vorum með að tala um daginn, ég, Siggi og Gulli. Þú finnst það úlninga svo kurteisir í dag? Ég alveg sammála því. Alveg komið tími til. Nei. Það var eitthvað annað þegar þið voruð úlningar. Þegar maður fer út í bónus og þessar búðir og svona, þau eru svo indæl eitthvað, góðan daginn, þú veist, þau eru eitthvað svo indisleg.
Er það ekki bara það sem þau eiga að vera? Þau eru bara svo Ekki nennir að vera með hérna ókurteisan mann á kassanum. Ég man bara fyrir svona 10 árum. Það voru þau svona hálfpartið svona bara eins og ykkur apar. Ég er bara að vinna hérna. Maður alveg, nú já, ok. Þú veist, maður fjarki ekkert svona eitthvað almennilega aðstoð. Þau eru öll svo eitthvað, já, get ég aðstofið með eitthvað meira? Maður alveg bara... Þau verður mér svo þakklátt. Það er ekkert mál að vinna með krökkum. Þau eru svo þakklátt að fá að gera hlutina. Já, nákvæmlega. Þau eru svo ána að fá að vinna. Þau eru bara svo móttækilega fyrir öllu. Algjörlega. Barbara, þú ert með nánast fullt A4-blað. Það er ritgerð. Það er ritgerðin. Ertu með meira sem þú ert koma framfæri? Já, að því að Árný Lára var að tala um landsmót. Þá var annað landsmót hjá okkur, það var landsmót lúðrasveita sem að lúðrasveitin í Þorlákshöfn hélt utanum og ákvaðu að gera þetta svolítið öðruvísi þannig að ég held að hafi aldrei verið jafn margir sem að mættu á landsmót lúðrasveita. Þau voru gistingu bara hingað og þangað út allt, já, þetta var svo mikill fjöldi og svo efðu þau fengu nokkra poppara með sér í lið og voru gríðar stórir og miklir tónleikar í Íþróttahúsinu. Þetta var nokkri poppara, þetta voru landsþekktir Jónas og Fjallabræður og Sverrir Bergmann og Naglbíturinn Villi Við vorum að tala um Villa Naglbít á hann. Sáu þið fréttina? Nei. Hvað var ekki? Vísindabók Villa að þarna var ég búin að henda fréttinni. Er hún mest selda eða vinsalast? Já, hún er náttúrulega, hún er metsölubók en hún er bara svo illa lyktandi. Já, fólk er að tala um það það sé svo vond lykt þegar að fletti bókinni að það er ein móður sem skrifaði að sonurinn hafi sagt að þetta er nýji extreme búksmell þefurinn eða lyktin og kötturinn hljópi í burtu þegar bókin var opnuð. Er þetta ekki bara allt með ráðum gert hjá Villa? Já, ég er nefnilega held það. Svo segir ég til fréttinni að Villi, hann valdi pappir í sjálfum, sko. Þannig ég er svona vísindi geta oft lykta illa. Þannig að við fyrir beint að bókasafni það er alltaf mjög skemmtileg umræðin á bland.is og þar eru mömmundar búin að vera að segja að mikill óþefur á þessari bók en ansið skemmtileg en það er eftir hvernig óþefur þetta er náttúrulega öll orður hafa 2 merkingar. Já, alveg rétt. En já, Villi Naglbítur kom fram á tónleikunum til dæmis. Já, ég verð að fara heim og þefa bókinni til heima hjá mér. Og mér hefur mikið skoðið. Fjölskylda í Þorlákshöfn var staðinu verki að sniffa bók. Jésu, þetta er æðislegt. Ragnar, þú ert dýraeftirlitsmaður í Árborg? Já. Og Flóahreppi. Skeið og Gnúp. En nú er að koma svo tími þar sem að fólk þarf aðeins að hugsa um dýrin. Já, það er þessi sprengjutími sem er alltaf vandamál. Sumir leysa með að gefa þeim pillur. Dýr hafa einfallega bara orðið geðveik út af svona látum. Já, hestar, það er mjög þekkt. En þetta er svolítið vandamál, sko. Það er það bara róandi sem að ég er nú ekki mjög hrifin að því. Er það ekki sett inn í hús bara? Hvað myndið þú gera við þinn hund? Ég myndi bara hafa hann inn í svona góðu rými það sem að ég geti sett útvarp í gang. Já. Með rás 1 á til dæmis, það er róandi. Það er mjög róandi. Það er náttúrulegt. Já, en þetta er vandamál hjá sumum og öðrum er þetta ekkert vandamál. Þetta fylgir alltaf þessum áskilum. Þau eru bara misjafn eins og við. Já. Það þarf að hugsa. Sum eru leiðilega. Það er bara þannig. Sum er bara fílit ekki. Það er bara þannig. Þá náttúrulega má ekki gleyma því að tala um svona það sem hefur gerst á árinu, náttúrulega í hobbyunum mínu, dúfna á sportinu. Já, það má nú ekki gleyma því. Borða keppnisliðið. Já, borða keppnisliðið. Þú varst nú ekki nú dugleg þetta árið, því miður. Þá var náttúrulega ótrúlegt að skuli hafa verið hægt að keppa í sumar með þetta veður. Já. Og sem er náttúrulega bara stórkostlegt. Náðu þið að klára heila keppni eða? Já, allt sumar í keppnisplanið var bara að klára. En byrju, nú er ég alveg út á Akri. Já, þetta er keppni. Þú ert ekki út á Akri, þú ert hérna í stúdíónu. Bara hlustaði nú, þetta er nefnilega ansið magna. Þetta er keppni í bréftúfusporti sem er iðka hérna á Íslandi og hefur verið í mörg ár. Og
þessar dúfur sem varst að borða eru af þessum bréfdúfustofni. Er það þá látnar fljúga eitthvert með Nei, þær eru skilaboð? sem sagt þegar ungarnir eru hérna 6 daga gamli þá er settur á svo kallar lífhringur sem er á alla ævi með honum lifir. Alveg svo þú fær nafnskírtin úr 12 ára eða Það er búið. Jæja. Nafnskírtin. Og svo er hérna á föstudegi, það er keppt á laugardagsmorgni, en á föstudegi er öllum skilað inn og þetta er skráð inn í tölvu. Og síðan eru dúfurnar settar í kassa og kyrt út á land, eins og til dæmis mikið kyrt hérna austur. Seljalandsfoss og Freysnes og Höfn og Egilsstaðir og allt. Og svo morguninn þegar keppnistjóri sem að stjórnar keppninni, eða sleppistjóri, hann ákveður hvert að sé í lagi að sleppa og þeim er öllum sleppt klukkan 6 morgunum bara, segir það, öllum í einu, bara hrúa dúfum, ykkur 1000 fuglar eitthvað, fljúga af stað. Og hver fer heim til sín? Sumar eiga heim í Reykjavík, sumar á Selfossi, sumar upp í Bláskógabyggð og Grindavík og svona. Og þær skila sér allar. Og það skila sér yfirleitt allar heim. Og heima er svona lendingapallur, það sem að lesa af þessu tipsi sem er í hringnum. Og er þar skráð þá hvað? Þá skráir klukka hvað hún lendir. Já. Og miða við vegalengd í kílómetrum og allt bara, hvar þú er staðsettur á landinu, þá reiknar talvannet út hvaða sæti. Þetta er magnað með þessar dúfur og þær eru með GPS í hausnum. Það rata alltaf heim, nánast alltaf. Já. Nema þessi sem við vorum að borða. Hún stóð sig ekki nóg vel. Hún ratar hún í maga. Siggi átt hana. Já, Siggi átt hana, það skiptir engu máli. Árni, við langar að spyrja, hvað er nafni alheimsins? Á Hvolsvelli, það sjálfsög. Já, ég hef heyrt þetta áður. Já, það er bara, það er mér sér til, sko, það er hérna til vefsíða sem heitir Naflinn, sem er gerð út frá Hvolsvelli. Já. Þetta vita allir. Nafli alheimsins. Ekki vissi ég þetta. Þá eru þið bara ekki með. Og á ég nú frænd á Hvolsvelli, hann hefur aldrei minnst á þetta. Hann er hlýtur en ífluttur. Nei, hann er búin að kenna þarna lengi. Nú, já. Við sem ólust upp á Hvolsvelli, við vitum það bara að nafli alheimsins er Hvolsvöllur. En án þess að taka frá, sko, ég er náttúrulega að býja í Rangárþingi eystra, þó ég búi á Hvolsvelli. Það má ekki hérna, sleppa því að taka það fram, sko. Og ekki særa neitt, sko. Nákvæmlega. En er ekki naflinn alltaf það sem maður elst upp bara? Jú, en það er sannig sérstaklega á Hvolsvelli. Já. Það er sérstaklega flottur nafli. Já. Það er mjög glæsileg. En hvað er þá hjartað? Nú, það er í landi. Það er ekki stóð að svari. Spurðu bara. Endur á haus. Spurðu bara, þú fær svar. Og heilin er í eigum. Já, nákvæmlega. En 2013 bara, já, almennt gott. Ég held að það verið frábært ár. Mjög gott ár. Hvernig líst ykkur á 2014? Sléttala? Rosalega spennandi. Ég held að verið margt að gerast hérna á Suðurlandi. Þetta verður mikið menningar ár og ég held að þetta verður mikið hesta ár líka. Já, það er landsmót til dæmis. Hellu. Já, það er nú, jú, landsmót er alveg út af fyrir sig, sko, það er nú mest stílaðinn fyrir útlendinga en það er nú ansið margir Íslendingar sem fara á þetta. Já, bara til þess að sjá atvinnmenn að keppa. Jú. En það er ákveðna skoðanar á því en við skulum ekkert fara út. Auðvitað er þetta svakalegt sport fyrir útlendingana. Já. Íslenski hesturinn. Já, hann er frábær. Ég held að það verið gott viður. Eftir það? Já, við eigum það svo inn. Já, mér finnst það líka. Hann er frábær sendihyrra. Það er svona eina sem að ég ætti að vera alveg bara góð guð, þú veist, alveg bara liggja á bæinn. En nú eru samt vísindamenn að tala um það að frá 1980 til 2000 þá kom hlýjendaskeið en nú sé að kólna aftur á jörðinni. Já. Það verður fallegt og gott kalt viður. Já, nákvæmlega. Já, en sko, við eigum alveg sólina inni núna, sko. Veður og maður aldrei að láta veður turba sig. Veður er bara eitthvað afslætt hugtak. Nei. En við Íslendingar, við þekkjum alls konar veður og þá ekkert að koma okkur óvart. Já, við þekkjum ekkert alls konar, við þekkjum bara sýnir svona. En samt er þetta svo fyndið að Ísland, snjór, það eru allir Íslendingar svo hissa þegar að fyrir að snjóa.
Ég eina af þessum Íslendingu sem verður óklæðis. Snjór? Já. Já, kunna þeir ekki að keyra í snjó? Nákvæmlega. Bara einhver áramóta hitt? Nei, ég er búin að gera allt á mörg og ekki staðið við neitt, þannig ég ætla bara að sleppa því. Þá kannski stendur við eitthvað. Já, stendur ég við að hafa ekki neitt áramóta hitt. Árný? Já, ég ætla að nýta nýju aðstöðuna í Íþróttahúsinu betur. Já. Og fara í sundlaugina sem þið ætlaði einmitt öll að koma að heimsækja. Jú. Og nýju líkamsræktina. Rennibrautinni. Já. Yes. Þá mættum við Ragnar. Já. Og það er rosalega, ég vil bara taka það fram að í líkamsræktinni sá elsti sem mætir, ég held að mæti 3 í viku, er 89 ára. Tekur bara vel að því. Frábært. Bara allir mætt. Eftir að líkamsræktarstöðin fór í ganga, þetta hefur verið vel nýtt. Alveg svakalega vel nýtt. Og það er bara ofsalega gaman að sjá að fólk sé að nýta það sem er boðið upp á heima. Ég held að það skipti, auðvitað viljum við samstarf og allir nýti Suðurlandi vel, en við viljum líka stíla á að heimabyggðin sé svolítið sterk. Vilja það ekki allir? En hefur ekki verið líkamsræktarstöð þarna áður? Jú, það var líkamsræktarstöð, en kannski ekki alveg svona í tengslum við þetta stærra batteri. Nú er náttúrulega flotti klefar, þú getur farið beint í sund og í pottana. Mér finnst alltaf skrítið með þetta svona líkamsræktarstöðar og fólk þarf að fara á sérstakar stöða til þess að stunda líkamsrækt. Besta líkamsræktin er bara að labba úti og nota það sem til er. Svo er bara ekkert allir í aðstöð til þess oft. Nei, vilja bara sita og... Nei, þú situr nú ekki mikið á hlaupabretti. Nei, en... Það væri gaman að sjá það. Sjá fólk sem er renni í gegn. Maður veit aldrei hvað er í fólki betur í hug. Það er svolítið skemmtilegt, ég vil bara það næst. Þetta bara 5. Nei, það sem ég á við að það er sérstakar stöðvar. Það er búið til allt fyrir okkur. Já, sumum er þetta líka svolítið félagslegt. Já, verið í réttum fötunum. Nei, sumir vinna í, kannski lokuður í mig bara mikið einir og finna eitthvað félagskap í því að koma þarna og vera með 20 manns. Þá átt að vinna á þannig stað sem er fullt af fólki. Ég sumir bara, þú veist... Til dæmis strætóbílstjóri getur sagt góðan daginn, bless. En það má kannski bara gera bæði. Og svo bara, hands up, baby, hands up, það er líkamsræktin. Talandi líkamsræktina, ætlið að vera með heilsuvíku aftur? Að sjálfsögðu. Við erum alltaf með heilsuvíku eftir að við höldum kjötsúpuhátíð. Þá tekum við heilsuvika og við ætlum jafnvel að hafa hana bara heilsu kannski bara 2 á ári eða eitthvað svoleiðis. Við ætlum svolítið að efla þetta. En er ekki ykkur menn sem voru búin að gera vefsvæði þetta það sem var að gerast á landinu? Það var alltaf á einu stað. Jú, sem ég held að sé ekki komið í lofti. Ertu að tala fyrir Suðurland? Já, bara... Er það ekki Suðurland.is sem á að verða svona ein allserjar? Við erum að vinna því tengiliðir af svæðum. Ég vildi koma bara á framfæri. Þetta er líka mjög sniðugt fyrir útlendinga. Ég get leikt ykkur hvíta dúur sem við sleppi Já, það er reyndar alveg, mér finnst að þetta opnast nýjir möguleikar í mínum huga með þessum dúfum. Já, þú verður að láta mig vita næst þegar þið sleppi frá Seljalandsfoss. Ég ætla að potta þetta mæta. Ég sleppti keppni í Seljalandsfossi í sumar og þá voru þarna Ísraelsmenn á ferð. Ég vissi ekkert það. Og þar sem ég raðaði kossunum tilbúin að fara að opna að sleppa klukkan 10 þá komuðu til mín og einn úr farastjórun, hann spurði hvað ég var að gera og ég var að skýra þetta út. Hann sagði, megum við taka þátt í þessu, þetta er svo trúalegt að vera með dúfur í okkar trú. Og ég virkja þá alla á staðnum og svo bara taldi ég niður þangað til að klukka var 10 og þá slepptu allir í einu. Og þeir bara komuð til mig og þökkuðu mig kærlega fyrir að fá að taka þátt í þessu. Fenguðu þeir þá að halda á dúfu? Nei, opnuðu kassa. Ég ætla að bóta þetta markasetja Seljalandsfoss núna. Dúfnasleppningar og brúðkaup, það er það sem er helst að gerast með Seljalandsfoss. Bara ætlist þið að byrja nýtt ár með heilsuvíku líka eða? Já, ég veit ekki hvort að við byrjum árið með heilsuvíku en það verður allavega heilsuvika einhver tíman á árinu. Og að því vorum að tala hann allir að fara í ræktin og svona, ég held að fólk sé líka rosalega duglegt að vera fólk mjög duglegt að fara út að ganga. Ég sé það bara fyrir utan glugga hjá mér þar sem fólk er að labba nesið í Þorlákshöfn
og svo náttúrulega hjólreiðarnar og hérna það svo mikil vakning í hreyfingu og hollustu. Þetta frábært. Mjög skemmtilegt. Nákvæmlega. Ragnar, hvernig verða áramótin hjá þér? Svona árum við ljúkum þessu. Bara skemmtilegt. Já, þau verða líka skemmtilega á mér. Alltaf að vera einn eða... Nei, við bara með fjölskyldunni bara. Já. Og trúlega verðum við með eitthvað svona dæmi. Ég var að spája, nú ætla ég að fara að lofa ykkur sem að ég veit ekki hvort ég geti staðið, en ég ætla að reyna það samt. Já. Að styrkja þarna Björgunarsveitin á Eyrarbakka. Já. Einn vinur minn sem þar að rekast í þessu og hann þurfti að fara hérna að bjarga fólki núna daginn upp á heiði. Þannig að ég hugsaði til hans og nú verð ég að styrkja hann. Þeir hlaupa til þegar þarf og þið sjáu eins og með björgunarsveituna fyrir norðan og vestan, það voru nú lítil jól hjá þeim. Mér finnst þetta alveg stórmerkilegt og bara frábært starf sem þessar sveitir vinna. Heldur betur. Bara styttist í áramótin. Já. Þú ætla bara að hafa hugulegt væntanlega. Hugulegt, það sko ég er með fullt af strákum á heimili og þau get ekki beðið eftir áramótin, það búið að vera að pæla sko jólin, já þau eru bara fín, en áramótin, hvaða pakka ég var að kaupa, það sprengjur, ég hlakka svo til að þessi pakki verið búinn. Hvað ætlar að hafa í matinn, það kalkún? Það systir mín, hún býr til kalkún fyrir stór fjölskylduna og allir mæta eitthvað á hlaðborð, þannig að það verið mataveisla mikil. Fylltur kalkún? Já, það alltaf einhver ný og spennandi fylling. Nákvæmlega. Þú spennt fyrir áramótasköpinu? Já, ég held þetta verði svolítið, mér finnst áramótasköpi síðustu ár hafa verið mjög skemmtilegt, þetta alltaf verið svolítið beitt og mér finnst það hafa tekist vel til, þannig að ég hlakka til að sjá áramótasköp núna, þar sem að þeir segja að það ætla ekki vera með mikið svona pólitík, ekki húmorinn verður ekki á því sviði, þannig að ég hlakka mikið til að sjá, þetta er flott fólk sem að þarna fer með hlutverk í þessu, þannig ég hlakka bara til. Árný, þú eru bara hjá mömmu eða? Nei, ég ætla að vera heima. En þess að þú talar sko strákana þína spenntir, ég og einmitt mann sem er rosalega spenntur, þannig að þetta eldist ekkit endilega. Við erum svona, við strákarnir, þetta er svo spennandi tími. Hann er alveg bara, ég hlakka svo til að fara að gera þetta og sprengja og tengdamamma mín verður í heimsókn, ætli ég bara reyni ekki að halda henni félagsskap meðan hann verður út brjálaður að sprengja. Sjáuðu mig! Hvað ætlaði að vera með í matinn? Það er ekki alveg ákveð, við erum svona, þetta er kalkún eða bara lambalæri, þetta er svona spurning sko. En hvað með áramótabrennur á ykkar svæði, Ölfus? Það er áramótabrenna sem að ég held að Kívanisklúbburinn og Björgunarsveitin halda svolítið saman og verða með sýningu, verður svolítið snemma á gamlárskvöld, ég man ekki, ég held að sé klukkan 5. Já. Þannig að það verður í Þorlákshöfn, á einhverjum öruggum stað. Hjá ykkur, Árný? Já, það er alltaf á Hvolsvelli, rétt bara við Króktún, það veit allir hvert er að fara þá, og hún byrjar klukkan 6. Þar sem afi minn var fæddur. Já. Svo það komist nú á framfæri? Í naflanum að sjálfsögðu. og þar verður Björgunarsveitin einmitt með sýningu líka og ég vil einmitt taka þetta fram líka, ég bara hvet alla til að styrkja sveitinnar, þetta er því lík vinna sem þetta fólk er að leggja á sig á hverju ári. En mér langar líka að taka fram að við erum með 2 13. líka. Já. Það hefur verið með Fljótshlíðin við Goðaland, það er svona alvabrenna, fólk í búningum og mjög skemmtilegt og það er líka flugveldarsýning. Og svo hefur verið líka undir Eyjafjöllum, þetta hefur verið til skiptis við Seljalandsfoss og Skógafoss og það verður bara auglýst síðar, ég man ekki alveg hvor megin það er núna. Ragnar, kalkútna á gamlárs? Það er ekki búið að ákveða. Nei. Ég ætla ekki að fara að gefa eitthvað út hérna svona nokkrum dögum fyrir. Nei, nákvæmlega. En áramótabrennan, hún er klukkan hvað? Það eru 3 brennur í Árborg. Já. Það eru Bakki á Stokkseyri og svo hérna á Gámasvæðinu. Ég man ekki klukkan hvað þetta er 4 eða hálf 5 með þetta er svolítið stemma núna. Já, þetta verður að vera í björtu svo að hún sjáist. Já. Er hún svona lítil? Brennar. Nei, hún er sko ekki lítil, hún er rosalega stór. Svo er alltaf í Vestmannheim, brenna og bombur, alveg brjála. Það má ekki gleyma því. Þú ert hérna talsmaður þeirra. Veikt. Þegar það er gott viður einmitt á njótu við þess. Já, er það ekki? Fyrir mat. Og svo er náttúrulega 13. Hann er náttúrulega bara... Hann er einstakur. Hann er gull. Það er bara ekki hægt að missa hann. Hann er bara eins og þjóðatíð. Það toppar hann ekkert. Hann er bara eins og þjóðatíð. Ég veit það. Það er ekkert sem kemst nálægt í. Það er engin önnur hátíð.
Nei. Ekki eins og í Glastonbury. Það bara maður verður eins og lítill krakki bara Já, maður er að fara það er bara Já, ég ætlaði bara að bjóða ykkur þannig að þið aðeins slækið á áður en kemur að áramótunum, þá Já. eru tónleikar í Þorlákskirkju 29. kvöldi, svona notalegir Og hverjir koma fram? Hátíðar, þær eru tvær sem halda utan þetta, Ása Berglind Hjálmarsdóttir sem er svona aðalsbrautan í hefur verið að stjórna tónum og tricks og skipulagt eina af þeim sem hefur skipulagt þessa frábæra viðburði með lúðrasettinni og svo er það Anna Magga Káradóttir og svo er þau með tvo með sér og þetta verður svona notalegi tónleikar. Glæsilegt. Árný, eitthvað að lokum? Ég vil bara óska ykkur gleðilegs nýtt árs og bara takk fyrir veturinn. Það er búið að vera rosa gaman að fá að spjalla við ykkur alltaf í hverju viku. Já, sömuleiðis. Þetta er bara gaman að geta komið sveitafélaginu mínu á framfæri. Ég er svo heppinn að vera með ykkur þrjú, svo hress og skemmtileg. Ó, takk. Takk Það var bara tár. Það er annað senda á árinu sem ég tókast í. Þetta á náttúrulega að vera skemmtilegt en ekki leiðilegt. Nei, það er náttúrulega fyrir öllu. Og það á náttúrulega bara að tala það sem er skemmtilegt. Já. Sammála því. Nákvæmlega. Takk fyrir komuna. Takk fyrir. Og ég eigi góða helgi og góð áramót. Og þið líka. Og farið varlega með flugvöldina, Ragnar. Já, þið líka. Nákvæmlega. Takk fyrir þetta og gleðilegt ár. Og gleðilegt ár. Takk sem leiðis.